Hingað kominn Magnús Thoroddsen, Hæstaréttar lögmaður. Við ætlum að fara aðeins í þennan úrskurð mannréttindanefndar Sameinuðu þjóðanna sem að er mjög athyglisverður. Hefur kannski ekki, valdið miklum gárum hérna og maður skyldi halda. Það er svolítið eins og stjórnmálamennirnir vilja helst ekki ræða þetta mál, Magnús. Já, það er engu líkara. En þetta er náttúrulega mál sem verður að ræða og verður líka að leysa. Því að það er greinilegt á þessum úrskurði mannréttindanefndar Sameinuðu þjóðanna að það verður að breyta fiskveiðistjórnunarkerfinu til þess að fullnægi jafnréttisákvæði 27. greinar mannréttindasáttmálans borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi. Er þetta álit mannréttindanefndar Sameinuðu þjóðanna, telur að það sé bindandi fyrir íslensk stjórnvöld? Ég tel að það sé bindandi. Og það var síðastliðinn miðvikudag að þá skrifaði ég greinu þetta í Morgunblaðinu og rakti það undir 4 liðum hvers vegna ég tel þetta bindandi. Og það er þá í fyrsta lagi vegna þess að við erum aðilar að þessum alþjóðasamningi og við höfum samþykkt kæruheimild fyrir einstaklinga sem telja að brotið sé á sér samkvæmt þeim réttindum sem að borgurum Íslands eru tryggð í þessum samningi. Þetta hefur að vísu ekki lagagildi, þó það sé birt í lagasafninu, en það hafði mannréttindasáttmáli Evrópu heldur ekki þegar að Jón Kristinsson á sínum tíma kærði til mannréttindanefndar Evrópu. Já, og vann sitt mál og síðan var réttarfarslöggjöfinni gerbylt eftir það. Já. Nú, síðan er það líka hvernig lítur mannréttindanefndin sjálf á það hvort að álitið sé bindandi eða ekki. Og það kemur greinilega fram hjá þeim í úrskurðinum, þessum meirihluta, að ríkisstjórninni ber að framfylgja þessu áliti og skila skýrslu það hvað það hafi gert innan 180 daga. Og það er þá frá birtingu álitsins. Þannig að tíminn er að tikka niður. Já, hann gerir það. Já. Gerir það hratt. Vegna þess að það er mikil vinna þarna fyrir höndum. Já. Og þá er spurningi þessi, hvað þarf að gera? Og þá sýnist mér að það séu hugsanlega 2 möguleikar í stöðunni. Það er í fyrsta lagi að afnema alveg löggjöfina stjórn fiskveiða. Já. Og taka upp ástandið eins og það var fyrir 1983 þegar allir gátu farið á sjó. Frjálsókn, já. Frjálsókn. Þetta er að vísu teoretísku möguleiki, en ekki praktískur. Ég er hræddur það að kæmi hljóðurhorni ef við færum þessa leið. Og þá er hin leiðin, ég sé ekki neina aðra leið færa heldur en að setja aflaheimildirnar á uppboð á markaðslegum grundvöll. Já. Erum við þá að tala um að fyrna þær frá þeim sem eru með þær núna á einhvern tíma? Já, við verðum að veita þeim einhvern umþóttunar tíma. En erum við þá ekki í rauninni að bara bylta öllu kerfinu? Myndum við ekki sigla okkur inn í efnahagskreppu og bankakreppu og það tel ég ekki vera. Vegna þess að ef að þessar veiðiheimildir verða settar allar á markað, þá verður framboðið langt meira heldur en það er núna, sem að myndi þýða það að verðið myndi stórlækka. En jafnvel, þó að verðið sé þetta hátt eins og það er núna, að þá hafa útgerðirnar geta keypt á þessu verði, það er að segja, gjafakvóta útgerðirnar. En nýliðar komast ekki inn á þessu verði. Og það er það hættulega við þetta. Það er, maður sér fram á stöðnun í þessu kerfi vegna þess að vanta nýliðum. Í stuttu máli, út á hvað gengur þessu úrskurðu mannréttindanefndinni, svona til að rifja það upp? Já, í stuttu máli þá segir mannréttindanefndin þetta kerfi er ósanngjarnt. Það er ósanngjarnt að úthluta þessum verðmætum gefins til ákveðinna manna og ef þeir nýta ekki þessi verðmæti, það er að segja aflaheimildirnar, þá geti þeir ýmist leigt eða selt þetta öðrum sem að hafa ekki þessar heimildir. En eigandinn sjálfur, það er að segja þjóðin, fær engan arð af þessu. Vegna þess að
ef að menn gefa kvótaþegarnir ekki nýta heimildirnar, þá renna þeir ekki aftur til ríkisins og endur úthlutað þannig. Nei, þeir geta ráðstafað þessu sjálfur. Já, já. Í því felst brotið. Það vantar sanngirnina í kerfi. Já. Og sanngirnin gildasti þátturinn í jafnréttisákvæðinu. Já. Hefurðu heyrt af, nú skrifaði Þorvaldur Gylfason, prófessor grein í Fréttablaðið fyrir 2-3 dögum þar sem hann talaði lögfræðislega álitsgerð sem að Gaukur Jörundsson prófessor hefði skilað til sjávarútvegsráðuneytisins 83 að þetta kerfi myndi ekki standast. Ég hef aldrei séð þetta álit og vissi ekki einu sinni að hann hefði gefið þetta álit. Nei. En eftir því sem fram kom þarna í grein Þorvaldar Gylfasonar að þá kemur það fram að það vanti löggjöfina. Það þurfi löggjöf til þess að fyrir þessum aflaheimildum, fyrir kvótakerfinu. Já. En sú löggjöf verður vitaskuld að standast stjórnarskrána og þá alþjóðasáttmála sem að Ísland aðili að. Aha. Já. Hefurðu trú á því að íslenskir stjórnmálamenn muni bregðast við þessum? Það verði gert eitthvað í þessum núna? Mér finnst það að verða að gera það. Sjáðu til, það á milli 70 og 80% þjóðarinnar andvíg þessu kerfi. Og samt sem áður eru kvótaflokkarnir í meirihluta meðal þjóðarinnar. Já. Ég tel alveg nauðsynlegt að breyta þessu. En ég ansi hræddur það að það verði ekki gerðar nægilega róttækar breytingar á kerfinu meðan fólkið kýs kvótaflokkana. Þú talar mannréttindanefnd innan gæsalappa LÍU sem hann farið hér með löggjafarvald. Mér finnst þeir að ráða allt of miklu í þessum málum. Já. Það Alþingi sem á að ráða þessu. Alþingi Íslendinga. Vegna þess að þeir verða að sjá til þess að þau lög sem þeir setja að þau standist stjórnarskrá og alþjóðasáttmála mannréttindi. Og þeir hafa núna 50 daga eða eitthvað svoleiðis, já, það ekki. Það að tíminn líður. Já. Magnús, ég þakka þér fyrir að koma hérna í þáttinn við fáum Björn Bjarnason. Já, þakka þér sömuleiðis.